Velkomin í þennan örþátt þar sem við fáum að skoða Tesla Cybertruck. Já, hann kominn til landsins. Nei, hann ekki til sölu. Þetta bara sýningargripur. En kannski, einn daginn, að þá verður hann til sölu, þá mun hann örugglega kosta óbúslega mikið af peningum. En ég held að það mun ekki stoppa nokkur mann og þetta bíl sem að allir vilja eiga. Þessi Tesla Cybertruck pínu eins og Pretty Boy Choco. Annarkvort elskar að hata hann eða elskar að elska hann. En það rauninni skiptir engu máli hvað þér finnst, hvort þér finnst þetta fallegasti bíll í heiminum eða allra ljótasta sem þú hefur séð, út af því að þú ert að tala um hann. Og það þýðir að Tesla hefur náð sínu takmarki með því að framleiða þennan bíl sem að fær fólk til að snúa sig úr hálslið ef þú keyrir á þessum bíl út í umferðinni. Því miður að þá fæ ég ekki möguleikann á því að keyra þennan bíl út í umferðinni, allavega ekki í dag. Það ekki einasta mjúk lína á þessum bíl. Þetta einn oddhvassasti bíl sem ég á ævinni hef séð. Og það eina ástæðan fyrir því að þessi bíl svona skoðanaskiptur meðal fólks. Tæknilega séð þá væri hægt að nota þennan bíl sem verkamannabíl. Ef þú væri smiður þá getur þú haft öll verkfæriðin hérna og byggingarefni og allt þar fram til götunum. Stærðin á þessum palli einhverjir 1700 lítrar. Svo getur þessi bíl líka dregið næstum því 5 tonn sem alveg fáránlega mikið af tonnum fyrir svona rafmagnsbíl. Það bara fáránlega mikið af tonnum fyrir bíl almennt. Þetta meira svona eins og vörubíl. Svo þessi bíl með 3 innslöngum, með 2 120 watta og eina 240 watta. Þennan bíl gætir þú notað sem rafstöð ef að rafmagnið fer af heima hjá þér. Og þeir segja að þú gætir tæknilega séð keyrt húsið þitt áfram í næstum 3 sólarhringa. Einnig getur þú hlaðið aðra rafmagnsbíla í gegnum þennan bíl. Og ef þú ætlar að hlaða annan rafmagnsbíl með þessum bíl, að þá hleðslugetan einhver 9,3 kWh. Hvernig kemst maður svo inn í þennan bíl? Jú, það takki hér. Hurðin kemur smá út og þú togar hér. Og þar sem þessi bíl gerður úr ryðfríu stáli að þá heyrist einstaklega fallegt og ljúft hljóð þegar þú skellir hurðinni. Þessi tiltekni bíl Tesla Cybertruck Dual Motor og hann einhver 605 hestöfl. Þú getur líka fengið Tesla Cybertruck Triple Motor og hann einhver 845 hestöfl sem bara sturlað magn af hestöflum í bíl sem lítur út eins og gamall mjólkurtankur í rauninni. Svo finnst mér líka töff að þessi bíl hvergi merktur Tesla, hann bara merktur Cybertruck. Svo þessi bíl líka með framskott eða frunk og ef þú opnar það, að þá lítur það út eins og hann opnar á sér munnin. Hérna getur maður svo setið og látið fara huggulega sig ef maður út í útilegu að fara að rigna og notar bara framhútið sem reglíf. Svo við með stærstu rúðuþurrku sem hefur nokkuð tíma verið framleidd á nokkrum fólksbíl í heiminum. Ég held hún sé alveg góður meter. Það ekki bara á pallinum þar sem hugsa fyrir því að þessi bíl gerður fyrir verkamenn. Af því að ef þú opnar aftur hurðina, að þá getur þú opnað hana í 90 gráður. Og þegar þú búin að því, þá getur þú líka fært aftursætið upp og fært fullt af plássi til að geyma ennþá fleiri verkfæri eða barnavagna eða hvað sem þetta í hug. Það sem mjög áhugavert við þennan bíl það að þegar þú stýrir eða beygir þessum bíl að þá það gert með svokallað drive-by-wire. Það þýðir í rauninni að stýrisinputið 100% digital. Þið sjáu til dæmis ef ég sný stýrinu hérna 100% til vinstri að þá þarftu ekki að fara mjög langt til að fara í full lock eða í fullan lás. Sama við þegar þú fer til hægri. Þó svo þessi bíl sé svolítið flikki að þá hann samt afskaplega lepur af því að hann með stýrigetu að aftan. Afturhjólin þau geta beygt einhverjar 10 gráður þegar þú ert að færa þig Svo við líka með heimsins stærsta panoramaþak og heimsins stærstu framrúðu. Það verður áhugavert að sjá ef við fáum einhvern tímann þennan bíl löglega á götunar á Íslandi hver framrúðutryggingin verður á þessum bíl og þessi bíl næstu 70% framrúða sem mjög áhugavert. Þessi Cybertruck jú jeppi og þar af leiðandi hann á hækkanlegri og lækkanlegri loftbúðafjöðrum. Einnig getur þú læst rifið að framan, þannig að þú ættir að geta farið í páskajeppaferðina þína upp á jökli á nokkur vandræða. Svo eitt ansið áhugavert við þennan bíl að hann á víst að vera skotheldur.